Komið þið sæl. Nú ætlum við að fjalla aðeins staðalform og í raun ætlum við að fjalla það í næstu 3 köflum. En í dag skulum við byrja við að skoða bara staðalform og hvernig það tengist stórum tölum. Staðalform sem sagt ritháttur sem oft notaður til að skrifa annarkvort mjög stórar tölur eða mjög litlar tölur. Og þetta gjarnan notað í til dæmis eðlis- og efnafræði. Ef við ætlum að skrá massa jarðar eða fjarlægðir milli einhverja stjarna í sólkerfinu eða milli sólkerfa, hraða ljós eða eitthvað slíkt, þá þetta oft mjög stórar tölur og þá getur verið gott að skrifa þær á staðalformi. Nú þið vitið að það hægt að skrá tölur á marga mismunandi vegu. Til dæmis í staðinn fyrir að skrifa 0,333 þá getum við skrifað 1/3. Þetta sama talan bara skrifið á mismunandi hátt. Og þannig það með staðalform. Staðalform eins og kemur fram þarna bláa talan. Það tala sem skrifuð í staðinn fyrir að vera með 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 og svo framvegis. Að þá bæði fljótlegra og þægilegra að skrifa 4,5 sinnum 10 í 18. veldi. Og þá gaman að spyrja af hverju ætli að standi þarna 18. veldi. Og nú örugglega einhverjir sem að halda að þeir viti svarið og segja vegna þess að það 18,0. En það reyndar ekki alveg svo einfalt. Þegar þið tellið 0 á skjánum þá sjáu þið að þau eru bara 17. Þannig að þið rétta að veldisvísirinn, sem að hérna 18, hann segir til hvað komman hefur verið færð til mörg sæti. Það að segja 4,5, ef ég myndi setja kommu hérna, milli 4 og 5, þá þarf ég að færa hana 18 sæti til að komast út á enda. Hérna. Og þess vegna veldið 18. Og staðalform sem sagt skilgreint þannig, þetta þurfum við að leggja minnið, að það alltaf að skrifa þannig að fyrst kemur tala á bilinu 1 til 10, eins og til dæmis 5 eins og hér, eða 2,1 eins og hérna. Ef ég ætla að skrifa staðalformið þá mætti ég ekki skrifa 45 sinnum 10 einhverju veldi, það myndi ekki teljast staðalform. En þess að fyrsta talan alltaf á bilinu 1 til 10 og síðan kemur 10 alltaf í einhverju veldi og eins og stendur fyrir ofan þá veldið að segja hversu mörg sæti komman hefur verið færð Þannig ef við lítum á þetta dæmi hér, hvernig myndum við skrá þessa tölu 358.000 á staðalformi? Og samkvæmt því sem í bleika kassanum þá myndum við vilja hafa kommuna hérna, því þá fáum við 3,58 og með tölu á bilinu 1 til 10. Ég mætti ekki setja kommuna hér og vera með 35,8, ekki hérna heldur. Þannig ég vil hafa kommuna hér og ef ég ætla að hafa hana hérna og skrifa 3,58 og svo kemur sinnum 10 einhverju veldi, þá spurning hvað á veldið að vera. Nú komman til að hún fari aftast þar þá færast 1, 2, 3, 4, 5 sæti og þar að leiðandi myndi koma 5. veldi hér. Þannig að talan 358.000 skráð á staðalformi þá 3,58 sinnum 10 í 5. veldi. Og ef þið prófið að slá þetta inn í vasareikni eða reikna í huganum, þá sjáu þið að þetta ekkert annað en það sem við höfum verið að gera í veldareikning. Þetta 3,58 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10 sinnum 10 og ef þið reiknið þetta þá fáið þið út 358.000. En nú skulum við líta á þetta dæmi hér og það stendur skráið þessa tölu á staðalformi. Nú í fyrstu sýn þá gætu menn haldið að þetta væri staðalform, en munið það sem ég sagði við ykkur áðan, staðalform alltaf þannig að talan þarf að vera á bilinu 1 til 10, þessi fyrsta tala hér, og 35,8 það ekki. Þannig að ég ætla að byrja að breyta þessari tölu 38,5
að ég get skrifað hana svona 3,85 sinnum 10. Þetta er sama talan. Ef ég margfalda þetta hér saman þá fæ ég 38,5. Nú fyrir aftan upphaflegu töluna og þá stóð sinnum 10 í fjórða veldi. Svona. Hér var ég með 10 margfalda 4 sinnum saman. Núna er ég með 10 margfalda 4 sinnum saman og einu svona auki hér. Þannig hversu oft er 10 margfaldast saman hérna? Jú, væntanlega 5 sinnum. Þannig að við það að færa kommuna, við skoðum hérna upphaflega dæmið, við það að færa kommuna þar sem hún er á milli 8 og 5, eitt sæti tilbaka, þá þarf ég að hækka veldið um 1 vegna þessara útskýringar sem kemur hérna fyrir neðan. Og þið getur prófað líka og séð að 38,5 sinnum 10 í fjórða veldi, og það er sem sagt talan hérna 385.000, sem sagt 385.000, vegna þess að ég hef fært kommuna um 4 sæti hérna. Og eftir breytingu þá skrifa ég 3,58 sinnum 10 í fimmta veldi, og það er sama tala. Það er líka 385.000 eða 385.000. Og nú er ég búin að færa kommuna um 5 sæti. Og þið sjáuð að bæði þetta hér og þetta hér er sama talan, 385.000. Og þess vegna er þetta sami hluturinn, nema að hér er þetta ekki á staðalformi, hér er þetta á staðalformi. Svo rétt í lokin, við skulum breyta, hér erum við með tölu á staðalformi, 3,85 sinnum 10 fjórða grömm, ég ætla að breyta því yfir í milligrömm. Og þá þarf maður að kunna þessa töflu hér, kíló, hekta, dekametri eða grömm eða lítrar, og svo desi, senti, milli. Það er að segja ég get verið með millimetra, milligrömm eða millilítra, en ég ætla að breyta semst úr grömmum sem eru staðsett hér yfir í milligrömm sem er hérna 3 sætum aftar. Og á síðasta ári þegar ég var að sýna ykkur hvernig við breytum þetta á milli, þá útskýri ég þannig að ef við færum okkur til hægri í töflunni, þá þarf ég að markvalda, ef við færum okkur til vinstri, þá þarf ég að deila. Og í þessu tiltekna dæmi, þar sem ég fer úr grömmum yfir í milligrömm, þá var ég að færa mig til hægri í töflunni, og spurningin er, á ég að markvalda með 10 eða markvalda með 100 eða markvalda með 1000. Nú við þurfum að markvalda með 1000 af því að það eru 3 0 þar, jafnmörg 0 og ég er að færa mig eftir töflunni. Ég færi mig 3 dálka til hægri og þess vegna er ég að markvalda með 1000. Og þá ger ég það. Talan er sem sagt 3,85 sinnum 10 í fjórða veldi, og þetta eru grömm og ég ætla að breyta yfir í milligrömm með því að markvalda með 1000. Og ef ég markvalda með 1000, þá hækkar þetta hérna veldi um 3, af því að 1000 er ekkert annað en 10 í þriðja veldi. Og þá fæ ég svarið, það er komið með 3,85, og nú er 10 komin í 7. veldi, þá er ég komið með milligrömm. En þá skulum við ekki hafa þetta lengra í bili og þið snúið ykkur á heftinu. Takk fyrir mig.